Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Gestur minn í þessum þætti er hún Þurí Gísladóttir og hún rekur fyrirtæki sem heitir Lífómur. Hvað er Lífómur, Þurí? Já, lífómur byggir á, við erum að nota sem sagt, tækni sem að er bioresonance á ensku eða við kallum þetta tækni, tíðni greiningar og meðferðir Já, og þetta hefur líka verið nefnt lífsveiflutækni já því sem er það er að hægt mæla í rauninni tíðnina í okkar líkama og leiðrétta hana, ekki satt? jú, það passar, Og nú eru sko, í rauninni tíðni heilun, tíðni lækningar, það er eiginlega bara framtíðin. algjörlega. Og það er náttúrulega vísindamennirnir fyrir 100 árum síðan eins og Albert Einstein hann sagði og hélti fram að tíðnir yrðu lækningar og líf framtíðarinnar. Já, ég er alveg Þannig að saman, sko. Það er náttúrulega allt tíðnir. já, það eru tíðnir í öllu. Og það er í líkama okkar og það er í ójafnvæginu í okkur líka. Já, Það er og nú svo það. náttúrulega líka mér er bara fullur af tíðnum og sem að Já, víbra og svo gerist eitthvað í lífinu og þá staðina, annarkost geta tíðnirnar staðina og stoppað þannig að það myndast svona stíflur í líkamannu já, eða þá að þær fara á yfirsnúning og, og tæki hjá mér það getur það nemur hvort er já, og leiðréttir svo hjálpa líkamannum að leiðrétta tíðnirnar þannig að við getum komast í starfa jafnvægi. Já, já, og verið í jafnvægi. já, það er náttúrulega stóra málið í þessu öllu. Það er, Mm. ég hef náttúrulega reynslu af svona meðferðum eins og þú ert að bjóða upp á og það er svo merkilegt sko að þegar að við erum í jafnvægi þá náttúrulega líður okkur miklu betur. Mm. Heldur en þegar við erum í ójafnvægi og það er þessi leiðrétting, það er svo svona að við dettum út af brautinni og við þurfum að komast inn á hana aftur þar sem að orkan okkar er nokkuð svona bein og breið og við erum í góði jafnvægi þannig þetta er meira átt að svo hvernig fer þessi meðferð hjá þér fram? Hún fer þannig fram að þú sest, þegar þú kemur til mín að þá sest þú í meðferðarstólinn og stóllinn er tengdur við tækið og í honum eru stálvírar semst undirleiðrinu sem að já og sem að nema tíðnirnar í líkamannu þínum og finna hvort það er jafnvægi eða ójafnvægi og tæki sendir tíðnirnar sem á að mæla Þetta er stásamt. og já og svo sem það eru bara ákveðni listar ákveðin atrið sem eru mæld, það er farið í gegnum líffærakerfin hvernig þau fungera og hvernig jafnvægið er þar það er farið það eru mældar sem sagt svona einkenna miðun nálgun líka á sem sagt þannig að það er hægt að finna ok, ef það er mígreni að þá er hægt að finna þú veist tíðnir sem að í rauninni miða af því Já, og já og sem sagt tæki les og það er greiningin það er já, að tæki les líkamann og kemst svo að niðurstöðu í rauninni og sem sagt og segir svo hvaða tíðnir eru í ójafnvægi og hvað þarf að laga já. og við erum sem sagt ekki bara að horfa á tíðnirnar sem að líkaminn hefur heldur erum við líka að skoða orsaka sem sagt hvað getur valdið þessu ójafnvægi og þá er þetta oft svona utanaðkomandi þættir og það getur verið Utanaðkomandi rafmagn. þættir, getur þau verið þá svona eins og rafsegulsviðsmengun á Mm. vinnustað eða Já. mygla í húsnæði eða Mhm. einhverju svoleiðis þætti. Já. En tilfinningalegs eðlis, nú eru svo margir sem eru að takast á við sjúkdóma sem eru mjög tilfinningalegs eðlis eða Já. einkennin koma út frá tilfinningalegum áföllum. Já, það er hægt að mæla sem sagt, streitu í líkamannum, hvort sem hún er utanaðkomandi eða hvort þetta sé eitthvað sem sagt, innra með okkur, svona innri streita. Já, Uh, andleg vellíðan, depurð, áföll
og það er sem sagt hægt að sem sagt, tæki nemu það og svo er hægt að vinna með að hjálpa líkamanum að sem sagt, komast í jafnvægi og Dásanlegt ef að mæli depurð. já, Því að það er náttúrulega ótrúlega mikið af fólki sem er að takast á við alls konar, mhm. ég vil segja, geðsveiflur og svo erum við bara ekki nógu glöð. Það er eitthvað sem við þurfum svolítið þurfum að hugsa eiginlega hverju degi að ok, Já, hvað gleður mig í dag já, já. og hvað er það sem ég get gert sjálf eða sjálfur til þess að svona örfa, þú veist, bara fá svona hérna, Góða tilfinningu, já. já, svona hláturinn og svona einhvern veginn svona gleðistrauminn líkamann, Ég fer algjörlega. ekki, já, ég fer ekki sko af þeirri skoðun að það að horfa á hlægilegar bíómyndir Mm, eða að horfa á grínist eða hlusta á grínist eða eitthvað þess að það er náttúrulega bara breytir öllu í manni. mm, Maður já, fer að hlæja. Ég man eftir hérna, man ekki hvað hann heitir, hérna, læknirinn sem var alltaf inn á, hann lék hann Robin Williams í bíómynd, var inn á spítulunum og já, var að fá börni til að hlæja svo já. börnunum myndi batna Mhm, og hérna, og hann hérna, að man ekki hvað fornafnið hans er en Cousins, hann hérna Dr. Cousins, hann í rauninni læknaði sig með því að hlæja mm, já, akkurat. og Það mér, er einn af þessum já, þáttum og það er bara tíðni, hlátur og gleði er ákveðin tíðni og þú veist, hún er hérna uppi. já, En svona hatursorðræða og svona þetta leiðinda, þú veist, fréttatal og allt þetta svona neikvæða, það er einhvers staðar niður í gólfi. það er bara mjög neðarlega á skalanum sko. Þannig að hérna að mér finnst til dæla persónulega sjálf þá finnst mér mjög mikilvægt að ákveða þegar ég vakna á morgnana í Mm, hvernig skap ég ætla að vera algjörlega. Það er bara skiptir sköpum. og hérna þakklætt er alltaf mjög ofalega í huga mér og svo bara að vera glöð og full af Mhm, eftirvæntingu því mhm, hver dagur er náttúrulega bara ævintýri út af fyrir sig sko. Þannig algjörlega. að hérna já, það er, ég tek það eiginlega ákvörðun um það áður en ég fer fram á rúminu Mm, og svo minni ég mig bara reglulega á yfir daginn sko. algjörlega, ég tek algjörlega undir þetta og þetta er eitthvað sem ég hef tileinkað mér líka. En svona, þú veist, bara í samhengi við þessa umræðu að þá semst þegar fólk kemur til mín að það er náttúrulega tækir að gera sitt og allt það en það skiptir líka máli, þú veist, að taka spjallið og ég legg mig fram að kynnast viðkomandi, hvað hann er að fást við og hvað, sem sagt, í heilsunni og Já, svona líka svona bara í lífinu og svona reyna að setja í samhengi, þú veist, af hverju líður fólki eins og því líður, er eitthvað sem að um, er er eitthvað sem að þú veist, þetta tengist allt. það er allt. Andleg líðan, áföllin, stundum koma þau á undan, einhvern tíma löngu áður en að líkaminn fer að segja, herðu, mér er illt hér eða þar, þetta er ekki að virka. Þannig að kynnast einstaklingnum finnst mér höfuðatriði og þá er þetta líka oft er fólk búið að ganga kannski sem kemur hingað er búið að ganga á milli í heilbrigðiskerfinu Já, og margir hverjir eru bara komnir út í horn og fá ekki þjónustu og það finnst ekkert að því og þá fer fólk náttúrulega bara hvað get ég gert sjálf til þess að finna út úr hlutunum af því að það er ekkert eðlilegt að líða illa daginn út og daginn inn og get ekki og funkar ekki í rauninni í lífinu. nei. Mér finnst Það, sko eiginlega mjög áberandi í dag hvað læknisfræðin er langt á eftir því öllu sem er að gerast í dag út af því að hérna, þeir eru ekki, ég vil segja ekki nógu flinki til að lesa úr hérna einkennum. nei, og líka sko hver er orsökin? Af Já, hverju já, er líkaminn ekki þú veist, það er svo margt sem spilar inn í ef þú ert í óheilsusamlegu húsnæði og það getur verið raki eða mygla
og sem hefur áhrif á í rauninni kerfið okkar. Það gerist kannski ekki 1, 2 og 3, það gerist smátt og smátt. Já, Og þetta getur verið heimilin okkar, þetta getur verið vinnustæðarnir, það getur verið rafmagn sem er að trufla líkamann, það getur, það getur verið einhver efni, einhver ilmir og oft helst þetta í hendur eins og það er kallað fjölefna óþol að það er sem sagt ef þú hefur orðið mygluveik að þá eru mjög mikla líkur að þú þróir með þér rafsegulóþol eða sem sagt fyrir örbylgjum og rafmagni og eins líka efnaóþol. Og þetta er svo rosalega vanmetið og vanvirt í rauninni. já, Og fólk sem þolir ekki ilmi, að það mætir ótrúlega litlum skilningi. já, Þú veist, fólk úðar á sig ylvötn sem er náttúrulega baneitruð já, og þar slæmt fyrir fyrir utan, já, já, hormónakerfið og líkamsstarfsemina. En það er ekki einu sinni, þú veist, það eru ekki margir sem eru tilbúinir að taka tillit til þessara einstaklinga. nei, Sem að mér finnst svo sorglegt af því að bara það að það sé ilmur í loftinu einhvers staðar getur sett mannesku í rúmið. já, Ef hún, ég gerir mér alveg grein fyrir þessu, ég man eftir því fyrir mörgum árum síðan að hafa setið fyrir aftan konu í flugvél sem að var með eitthvað ylvatn á sér sem var svo vond lykt af mínu mati og ég þoldi engan veginn þessa lykt og ég var orðin bara veik. Ég átti ekkert eftir, það var næsta stig hjá mér var bara að fara að kasta upp, ég var að komin alveg á það stig það leiti sem að véli var að lenda sko. Og ég var komin með höfuðverk og alls konar viðbröði líka mann, þannig að ég þekki alveg hvað þetta getur verið og það er líka sko að því að margir sem nota ilmkjarnaolíur þeir eru að sitja þær á sig í flugi eða einhver stað þar sem að aðrir sem alls ekki þola lyktina. Þannig það er ekki endilega þó það sé ylvöld sem ég er alveg sammála er náttúrulega baneitruð en það hef ég ekki notað síðan 1990 og eitthvað 92 eða 3 og svo líka sko að þó það sé alveg hreinar olíur þá bara ilmurinn getur farið svo illa í fólk. Já, akkurat. Og það getur verið sko þvottaefnin og mýkingarefnin og hreinsiefnin sem við erum að skúra gólfin okkar með, þau eru ekkert betri. Þannig að þetta er eitthvað svona sem ég finnst að við sem samfélag við getum tekið tillit til og mér finnst að við eigum að hugsa og taka tillit til þessara einstaklinga. Já, Af því þetta gæti verið ég, þetta gæti verið þú eða já, þetta getur verið hver sem lendir í þessu. Og já, þetta er þannig að sem sagt, það er hægt að hjálpa þessu fólki með tíðnunum. með tíðnunum Já, sem er og, náttúrulega dásamlegt. og fólk sem fer í örmögnun til dæmis, hvort sem það er kulnun eða já, bara kulnun í starfi eða bara lífskulnun og bara það er ekkert eftir á batteríunum að tíðnigreining, hún getur hjálpað til við að finna út úr því, þú veist, hver er í rauninni kannski orsökin fyrir að þetta gerist. En er það ekki sko, kemur þá ekki mjög oft upp bara nýrnahetturnar vegna þess að við keyrum okkur náttúrulega út á adrenalíninu með því að vera alltaf á, ég vil segja 150 km hraða í mjög mörgum tilvikum og við sjáum það gjarnan í umferðinni þegar við erum að keyra einhvers staðar, hvað óþolinmæðin er rosalega mikil og maður bara, þú veist, maður er á mestum hraða pluss 5 kilometrar eða hámarkshraða pluss 5 kilometrar eða eitthvað og það eru bara bílar að pressa fyrir aftan mig sko og svo náttúrulega ferðu, kannski skiptur akrein eða eitthvað og þeir fara einhverja svona krossa til að komast fram hér en svo eru þeir bara stopp á næstu ljósum. Jú, akkurat. Þetta er mikið, sem sagt, streitan kemur þarna sterk inn, en það er líka áreiti frá rafmagni og símónum okkar og það að margir hverjir til dæmis er að sofa með þessi tæki á náttborðinu hjá sér Já, og þá er líkaminn endalaust í áreiti og bylgjurnar þær hafa áhrif á ákveðna tíðnir í líkamanum og þar kemur taugakerfið
mjög sterkt inn já, og síðan í rauninni svo leiðir eitt og öðru og svo kannski það er ekkit endilega það sama sem að líkaminn bregst ekki eins við, minn líkaminn bregst ekki eins við og þinn líkami. Það getur verið allt við erum öll svo önnur mismunandi. einkenni. Já, Já, það getur verið allt önnur einkenni já, þó að það sé sama sem í rauninni er að valda því. já, já, Þannig að það er alltaf, sko, fyrir mér finnst mér áhugaverðast eins og í sambandi við tíðnigreininguna og meðferðirnar er að finna orsökina. já. Þú Hvað veist, er orsökin fyrir því að það er þetta ójafnvægi? já, já. Já, Og það er alltaf eins og við erum búin að tala um, það er rafmagnið og bylgjurnar, símabylgjurnar og Bluetooth og svo er það náttúrulega líka lækningatækin, þú veist, röntgen, sónar, MRI-tæki, þetta setur allt bylgjur í líkamann og það, ef við erum viðkvæm, þá getur það alveg haft áhrif og það mælist í áreiti, þó þú hafi farið kannski bara í sónar fyrir 2 árum, þá getur það mælst sem áreiti í líkamanninum í dag. já. Þannig að Já, þetta er sko, ég er einmitt nýbúin að vera í omskoðun, ég þarf að koma til þín og biðja þig að mæla mig svo ég geti fundið út hvort ég sé ennþá með, að því svo er sett í mann litunefni og það tekur langan tíma í rauninni að ná því út, þannig þetta er alls konar. Og þá kemur inn á detox ferli í líkamannum og tíðni meðferðin getur stutt við það. Já, og, frábært. þú veist, og eins, já, detoxa þungmálma á líkamannum, hjálpa líkamannum að vinna á bakteríum og vírusum og sníkjudýrum og svo miklu einkennum. Þetta er mjög fjölþætt, sko, Já, greinlega. þetta er mjög fjölþætt, Já, alveg, þannig að stórkostlegt, en sem það er ný orðin breyting á rekstrinum hjá þér. Já, sko við vorum 2 sem stofnuðum Lífóm á sínum tíma Já. og nú er Fjóla mín, nú er hún farin bara til Spánar að njóta sólarinnar og slaka á en ég er hérna áfram Já, og er með aðstöðu í Lágmúla 4 á annarri hæð. En síðan ákvað ég þar sem ég hafði nú fengið þó nokkuð marga að norðan, eða semst frá Norðurlandi, já, hérna til mín, já, að þá bauðst mér vinnurými hjá vinkonu minni á Akureyri og þannig að ég ákvað bara að prófa og sjá hvernig Akureyringar eða Norðlendingar Já. myndu taka í það að fá þess að þjónustu norður. Og það er aldeilis, sko, er í vonum framar. Ég er búin að fara 2 og ég stefni á að vera einu sinni í mánuði, alltaf í kringum mánaðamót og það þarf í rauninni bara að fylgjast með á samfélagsmiðlum eða á heimasíðunni minni, já, livomur.is og það er þá fer ég með stóra tæki norður og það er þetta greina og gefa meðferðir. Svo í desember að þá ætla ég að byrja á því að þá ætlar hún Svana vinkona mín sem að ég hef aðstöðu hjá já, og ætlar hún að gefa eftir meðferðir þannig að það er bara þá legg ég línurnar og set upp eftir meðferð út frá greiningu já, þannig að fólk, það er betri eftirfylgni þá getur fólk komið 1 sinni 2 eftir að ég hef mælt já. og farið í meðferð hjá henni. Þannig þetta er svona, hún brúa bíli á milli þess sem þú kemur. Já, Það er frábært, já. Já, það er, við höfum ekki farnar að gera það en það verður núna, ætlum að byrja því í desember. Já, Þannig að þetta verður geggjað eftir áramót. Algjörlega. En það segðu mér hérna. komið svona flott flæði í þetta, sko. Já, ég minna það verður komið flæði, sko, já. Já. Og það er hérna, en ef að fólk veit panta hjá þér tíma, hvort sem er náttúrulega hér í Reykjavík eða á Akureyri, hvernig fer það til dæmis, við skulum segja Akureyri? Á Akureyri þá þarf að senda mér tölvupóst. Já, Á netfangi bókun@livomur.is en
En hérna í bænum að þá er ég með bókunarsíðuna, eða semst er með bókanir hjá núna.is, / lífómur. Já, þannig þegar ef fólk getur farið inn á núna appið þá getur það bókað tíma hjá þér. Já, já. Og það er bara sjást allir lausi tímar og hérna, og semst að öllu jöfnu er ég með opið frá 10 til 5. En ef að það er eitthvað alveg sérstakt að kannski að fólk þarf að fá að koma aðeins fyrr eða örlítið seinna, þá er alltaf hægt að hafa samband og svona við finnum út úr því. Þú leysir málin. Í leysimáli, Það er náttúrulega aðaleg sko. Það er alltaf, mér finnst það svo dásalegt sko að við hérna erum með þetta reddast sem er eiginlega hálfgert motto á Íslendinga sem að í rauninni er bara við leysum málið. Já, það er eiginlega svolítið betur orð. Við Já, leysum málið. já, að því það er hérna, það er alveg sama hvað kemur upp, við finnum alltaf lausnir og ef maður er með þann hugsunarhátt þá er svo margt sem gengur vel hjá okkur. Þannig það er alveg frábært. Segðu mér bara eitt svona í lokin, af því að við erum hérna búin að tala um mælingar og annað þess að það. Hvað gerir þú fyrir sjálfa þig? Sko, ég fer sjálf í tæki svona 2, 3, stundum oftar, þú veist, og vinn með það sem að mér finnst þurfa í það skiptið og Já, ég nota mikið fyrir sem sagt andlega vellíðan. já, Og frábært. já, Já, skammdegi fer oft svona, það getur verið svolítið erfið stundum fyrir marga og það er aðeins mig ekki öðruvísi. síður, sko. Já, Og ég nota sem sagt mikið fyrir andlega þáttinn, eða sem sagt, já, bara, já. Síðan ég geri ýmislegt, ég fer í heilun annar staðar og í orkuvinnu og ég fer líka, þannig þú finnur þína leið til þess að halda þínu góða jafnvægi. já, algjörlega. Ég sit hérna með reyndar jarðtengi mottu frá þér undir hérna lyklaborðinu mínu. Já, Ég er með svona vörn á tölvunni minni sem á að draga úr hérna ég vil segja rafsegulmengun. Ég finn samt oft frá henni svona smá nista, þannig að það er ekki alveg að dekka allt hjá mér. Ég er með alls konar svona spjöld og annað þess að ég er með á símanum svona líka rafsegulvörn. En ertu búin að, þú er að koma með það til mín, ég skal mæla hvort hvort það er að virka í alvöru. Hvort það virkar. Já, ég þarf að gera það. Ég er með svona sem er límt aftan á síman. En okkur er selt allt mögulegt og svo veit maður ekki alveg hvort það virkar. Nei, nákvæmlega. En það er það sem ég finnst líka geggja við hérna tæki hjá mér, að það er hægt að mæla hvort að viðkomandi tæki, til dæmis bara síminn, hann hérna gefur 5G og 4G áreiti á líkamann. Já, Síðan það er nú eitt hérna sem ég nota alltaf. Það er hérna svona kubbur. Hann heitir Rayogard og þetta er kubbur sem að styður við líkamann í áreiti frá rafmagni og frá farsímabylgjunum og Bluetooth og öllu því. já, Og líka semst áreiti frá bakteríum, vírusum, sníkjudýrum og sveppum. Og þetta er eitthvað svona sem ég segi að allir eigi að hafa, af því að áreiti er allstaðar. Og þetta bara, það er að hafa algjörlega. í hálsmenni hérna. Já, Konur sem nota brjóstahaldara geta sett hann bara hérna í brjóstahaldarann. já, En það er svona að tala það er best að hann sé hérna við kalkkirtilinn. já, Hérna, þetta er sem sagt á þessu svæði, já. en það er að hægt að hafa hann í vasanum og annað. En þetta finnst mér ómissandi og svo náttúrulega ég sef alltaf jarðtengt náttúrulega. Það er En sjálfsögðu. jarðtengilag Já, jarðtengilag, já. á rúminu. Þú ert að selja svona jarðtengilög. Jú, það passar. Já, Ég hérna, er með vefverslun þar sem hægt er að skoða það en það er eitthvað sem að, þú veist, það er svona, það er svona annar vinkill á heilsuna eða, já. já, Og það sem að ég komst að því að ég flutti fyrir ári síðan og ég var ekki að sofa nógu vel og eitthvað, þannig að ég fer af stað og mæli tíðnirnar í svefnherberginu, það sem rúmið er,
og ég finn út að það eru svona jarðgeislar sem sagt, er að trufla Já, að þó ég sé upp á fjórðu hæð að þá eru jarðgeislar sem liggja í gegnum rúmið og, og ég uh, var eitthvað svona, ég er búin að vera mikið að pæli, hvað er það? Hvernig get ég unni með þetta? Þú veist, og losna við þetta? Því það var engin sens að færa rúmi eitt eða neitt. Og svo eitthvað tíman, kom bara undirmeðvitundin og sagði við mig, herðu þeirri, prófaði að mæla jarðtengingarlagi. Því að á þessum tíma þá var ég ekki með lag sem ég var með yfir allt rúmi, heldur ég var ég bara með svona lustlag sem að náttúrulega já, kulast einhvern veginn já, já, en ég sem sagt fyrir á mæli og ég lagið blokkeraði þessa jarðgeisla. Þannig og ég fór að sofa miklu betur þegar að ég setti lagið bara yfir allt rúmi og ég var náttúrulega miklu rólegri líka að vita. Þú veist, ég já, veit að þetta sjálfsög, já. virkar, ég er búin að mæla þetta. Já, 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 ég einmitt sef á svona laki líka og mér finnst það æðislegt. Mhm, Það er svona, veit ég hvernig ég á að lýsa, það er bara einhvern veginn ákveðin velliðan þegar að maður leggst upp í rúmi á svo laki og mhm. það er náttúrulega sett í samband við rafmagn, þannig maður er að sofa á rafmagni, en Er það það? er samt, nei, sko, þú veist, fólk segir, er það ekki sett í samband við rafmagn og ég segi, en það er ekki það sem við erum að gera. Þú kannski Nei, skýrir það nánar. já, það er plast sem fer inn í það sem rafmagnið er í innstungunni Já, svona og, tindar á, og já, já, hérna og það er í rauninni bara jarðskauti sem að er virkt í klónni sem að er já, tengt jarðtengilækinu og fyrir innstunguna. já, Þannig að það er jarðtengingin og þannig að það skiptir máli að jarðtengingin í húsinu sem þú býrð í sé í lagi til þess að þetta virki almennilega fyrir okkur. en hún er það ekki alltaf í öllum húsum. Nei, því miður. Og það er ekkert endilega sama sem merkjum að ný hús séu betur jarðtengt heldur en gömul. Því miður er það ekki þannig. Nei. En það eru margir hérna rafvirkjar sem bara svona fussa yfir þessu þegar maður talar um það við þá og svo eru aðrir sem er alveg inn á þessari línu og skilja hvað þetta er mikilvægt að þetta sé rétt. Þannig Já. það er ekki alveg sama við hvern maður talar í sambandi við þetta. Nei, það er nefnilega málið og það er sko eh, rafmagnið, að það getur komið flökkustraumar í rafmagnið og eitthvað, ég kann ekki að segja almennilega frá þessu, Nei, en ef að rafmagnið er ekki í lagi á heimilinu okkar eða á vinnustæðnum að þá bara er líkaminn heldur ekki að virka, af því að þetta hefur áhrif á tíðnir í líkamannum og lamar þær og þú veist, það getur verið til dæmis margir eru til dæmis með endalaust mígreni. Þú veist, þú ert kannski að sitja við tölvuskjáin og þú ert með kannski svona ramasborð, skrifborð, já, það er í sambandi og svo ertu með tölvuskjáin og þú ert með tölvuna og svo skilur ekkert í því að þú ert alltaf með mígreni. Og það sem að, þú veist, ég segi við fólk sem að er með ramags skrifborð er að settu það upp eins og það ætlar að hafa, þau ætlar að standa upp og taktu það svo úr sambandi eða slökkt á millistykkinu sem það er já, ég skil, tengt já, við. já, Ekki hafa það í sambandi þannig að rafmagnið sé bara alveg að trufla allt í kringum þig og líkamann og heldur slökktu bara á þú ert komin í þá vinnuhæð sem það þarf að vera. Eins líka rafmagnsrúm, þau eru ekki góð ef að þau eru bara alltaf í sambandi og þú sefur af því að það er oft leiðni í gegnum þau. já, ég hef heyrt um það, já, Og þá er gott að, ok, ef þú getur verið með millistykki með rofa, það þarf náttúrulega að vera nýlegt millistykki og það þarf að vera millistykki sem er í lagi, já, að slökkva á því þegar þú ert að fara að sofa. Og eins með náttborðslampann, að já, annað hvort þannig að, já, taka hann úr sambandi eða hafa hann í millistykkinu og slökkva á millistykkina þegar þú ert að fara að sofa. já, ég man eftir að ég talaði eins og við rafvirkjumeistara og hann sagði sko við mig, það er ekkert í sambandi við rafmagn inn í mínu svefnherbergi. Mm. Það er ekki eins og vekjarklukka sem er rafmagns. Þannig það er að, svo þetta er mjög misjafnt en Mhm. hérna, við getum varið okkur á margan hátt
já, og við getum passa betur upp á okkur kannski heldur en við gerum hingað til og það náttúrulega frábæra er að það skuli vera hægt að mæla hver mm, staðan í líkamanum er því að mhm, það er, þú veist, jafnvel þó maður sé í rosa góðu, við getum sagt rosa góðum gír ef það er hægt að segja þessu svo og allt verðist verið í lagi hjá manni að þá getur allt verið brenglað eftir 2 eða 3 mánuði ef maður er í umhverju þar sem að maður hefur lent í miklu áreiti. algjörlega. Og sko það er talað að það getur tekið allt upp í nokkur ár að líkaminn fara að koma með líkamlega einkenni út frá þessu áreiti og það er á sérstaklega við eins og jarðgeislana, það sem að Já, jörðin er að gefa, það getur verið neðanjarðarvatn, það getur verið sprungur undir húsinu eða svona jarðgeislalínur sem að eru sem að jörðin sendi frá sér já. og það getur tekið kannski mörg ár að verða líkamlegt. Já, ég man eftir að hún Bryndís Fjóla sem hann býr á Akureyri, hún hefur verið að mæla svona og hún Mhm, sagði sko hún hefði mælt sérstaklega á Húsavík í götum þar sem var mjög mikil tíðni krabbameina. mm, já. Mjög, Það eru læknar sem að hafa sem sagt, rannsaka þetta og það er það, ég vil lesi bók eftir þýskan lækni sem að í rauninni trúði þess ekki fyrir en hún lenti í þessu eiginskinni já, og þá fór hún að rannsaka þetta og þar fann hún bara fylgni milli krabbameina og þess að fólk var sem sagt, svaf í jarðgeisla. já, já, þeir verðast vera mjög öflugir og sterkir og það hlýtur að vera á mörgum stöðum hér á Íslandi því við erum náttúrulega bara alltaf á hreyfingu líku við sko. Já, nákvæmlega. En svo skiptir svo miklu máli líka, þú veist, við erum, ef maður horfir bara á litlu börnin Já, og við erum að fara að kaupa og gefa þeim alls konar tuskudýr og svo hrúa þau þessi í rúmi og oftar en ekki er þetta úr nælonefnum já, og þau soga í sig stöðurafmagn og ó, já, og svo bara er barnið lagt til hvílu, ég fara að fara að sofa og það kannski sofnar en svo vaknar það alveg brjálað af því að þá er rafmagnið farið að trufla taugakerfið. ég Rafmagnið hafði nú ekki spáð í þetta. sem að er í tuskudýrunum. Já, og það er náttúrulega mjög mikið af gerviefnum í þessum dýrum. Ég meina, Já, öll þessi mjúkdýr og allt, þetta er mm, allt gerviefni. já. Og ég veit dæmi þessa að þar sem að í rauninni það var raunin að þegar var búið að fjarlægja tuskudýrin úr rúminu Já, að þá fór barnið að sofa. Það er vá, kannski, þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Svo langar mér svolítið að koma að líka þegar ég byrja að tala um börnin að já, það eru svona langflestir sem eru með svona barnapíutæki til að hlusta, setja út í vagn og hafa inn í herbyggi og þetta er haft hérna bara liggur við í höfðinu á barninu og þetta er ekkert betra heldur en að vera farsíman bara onni í vagninum. Þannig að þannig og þau það eru stendur víst, útsett fyrir allar bylgjur, já, ég já, veit, sko, og það, hérna, maður ól náttúrulega börnin sín upp og á þess að vera með svona tæki og það er búið að ala börn upp í fleiri 100 ára að þess að vera með svona tæki en við rafvæðum allt í dag, sko. já, ég Þannig að viðurkenni það alveg að þegar ég eignast fyrsta barnabarni að þá var ég manna fyrst að fara að kaupa og gefa ungum foreldrunum þetta já, en ég myndi aldrei gera það í dag nei, af því að vitneskjan hefur náttúrulega breyst já, og já, hugsunin er önnur já, en þetta er og svo stendur á leiðbeiningunum og þetta eigi að vera ekki nær heldur en 2 metra nær barninu en 2 metra en við erum ekki tróðið svona barnavagna og hann í já, rúminn og já. Það er þannig að rosalegt, en það er líka að lesa engin leiðbeiningar, það er ekki sagt að við eigum ekki að vera með síman svona við eyra, þetta er eigum að tala svona í hann eða eitthvað, þú veist, jú, örugglega. út af Ég veit bylgjunum, það ég ekki, held ég að hef sé ekki leiðbeiningar það. einhverju 2 metrar með síman líka, sko, þannig Já, að þetta er ekki bara svona tæki, það er í rauninni svo mörg tæki, pluss örbylgjuofnin hjá okkur og hvað annað sem að við og rafmagnstæki bara almennt þannig að það er margs að varast en það er hægt að láta mæla já, hvernig ástandið er í líkamannum og það er hægt að fá leiðréttingu og það er náttúrulega stóra málið.
Já, algjörlega og þú veist, og líka, þú veist, mér finnst svo mikilvægt að taka samtalið og þú veist, og svona, um, af því að þú veist, ég vissi þetta ekki áður en ég fór að stúdera þetta, þú veist, Nei, maður bara nei, svona talaði já, síman hér og var já, með Bluetooth í eyrunum en í dag þá horfi ég öðruvísi á þetta og ég hef alveg hérna fengið feedback frá fólki sem að sleppti snjallúrinu og tók vekjarahlukkuna og sambandi hérna á náttborðinu eða hætti að hafa síman í sambandi á náttborðinu, svefnin batnaði, mígrenið hvarf, æskilur það er svona já, margt svona, já, þannig að mér finnst svo mikilvægt líka þetta samtal hérna að hlusta, að horfa á niðurstöðurnar úr skannanum og setja í samhengi. já, sem er náttúrulega mjög mikið. Annars getum við engu breytt Nei. ef við ekki, þannig að ég ætla ekki að láta mæla rafmagnið alveg strax. En það er reyndar, þú veist, þú kemur í hús og mæli fyrir fólk, er það ekki? Ég hef alveg gert það, en ég er nú ekki sem sagt, sko, ég get mælt hvort það er áreiti frá rafmagni, en ég hef enga þekkingu eða grunn til þess að segja fólki hvað á að Já, gera hvað til á að þess að gera? rafmagni, Já, ekki nema ef það er kannski bara til þess að taka úr sambandi. já, en það En, eru en einhverjir rafvirkjar sem er að gera þetta. já, það eru rafvirkjar sem er að gera þetta og Ólafur Hjörtur er einn sem ég hef bent mikið á Já, og hérna, ég veit ekki hvort að hann annar bara orðið það sem að eftirspurninni, já, eftirspurninni já, já, hérna en svo er líka náttúrulega þú veist bara eins og það er hægt að tíðnimæla að mæla hvort það sé tíðni af myglu til dæmis en en þú þarft alltaf að fá myglu sérfræðingin til að koma og mæla þú veist já, til þess að fari þið rétt að ferli í gang já, sko. já, já, Það er þetta, þú veist það, maður getur alltaf séð hvort það er vísbending já. En þannig hún að ég kemur hef náttúrulega fram í alveg verið fólkinu. hmm, Vísbendingin kemur fram í fólkinu. hún gerir það náttúrulega Já, algjörlega, já. Þannig algjörlega. þetta er spennandi sem þú ert að gera og gaman og þú skulle vera að færa þig til Norðurlandsins af því Mm. að sko ef að fjalli kemur ekki til Múhameðs þá fyrir Múhameð til fjallis er það ekki svo leys. Jú, algjörlega, algjörlega. Þannig að þú bara ferð og þjónar og það er æðislegt. Svo ég bara Mm. segi gangi er opaslega vel með það sem þú ert að gera og takk fyrir að skýra út hvað tíðni mælingar og tíðni lækningar geta gert fyrir fólk. Mm. Bara mín er ánægjan og hérna og ég elska að gera þetta þú veist að þegar ég sé og ég finn og að þetta er að hjálpa fólki Já, og, og, og það er bara það sem skiptir máli og við þurfum að finna leið til þess að hjálpa líkamannum að lækna sér sjálfur já. af því að við vitum báðar að hann er ansi magnaður. Hann er mjög magnaður sko og ég sitt upplýsingar hvar hægt er að hafa samband við þig og annan þess að hérna fyrir neða myndbandi þegar ég byrti það. Já, Takk fyrir að dásamlegt. vera með mér í dag. Bara takk fyrir að hafa mig og bjóða mér það og hérna að vera hérna og bara eigðu dásamlega dag. Takk, takk.